Klittarétt hefur gengið undir tveimur nöfnum, annars vegar Klittarétt og hins vegar Tjarnarétt, og hún var byggð á árunum 1925 til 26 og ef ég hef skilið þetta rétt þá fyrst réttað í henni í 22. viku sumars 1926. Sem að voru hinir algengu smala dagar í þann tíma. Það var farið í 22. viku sumars. Fram að þeim tíma var réttað í annarri rétt sem Ósrétt heitir og niður við sjó skammt norðan við bæinn Ós. Og hún hefur vafalaust verið orðin mjög léleg og eins þótti mjög vont að reka að henni vegna bleitu, annars vegar yfir svokallaða Gullkeldu sem algjör forræðisflói og svo Ósflóin sem hefur stundum gengið undir nafninu líka Ófæruflói fyrir hversu blautur hann Þetta náttúrulega löngu fyrir tíma allra skurðgröfu eða sem var hægt að fara að ræsa fram land. Klittarétt var byggð undir stjórn þeirra feðga Árna Guðmundssonar og Karls Hinriks Árnasonar frá Víkum. Þeir stjórnuðu byggingu réttarinnar og náttúrulega allra lengst af voru nú bara reiðgötur að henni en svo þegar það kemur fram svona 1960 þá var gerð jarðýtuslóð þarna upp eftir til þess að koma svona þá voru að koma jeppar og dráttarvélar á bæina þannig að það var gerður slóði til að koma ökutækjum að réttinni. Þetta var rétt sem að þjónaði fyrst og fremst utanverðum Skagahrepp, það að segja frá Fossá og út að Ásbúðum. Og þetta var svokölluð aukarétt, ekki skilarétt. Þannig að það var svona undir öðrum fjallskilastjórnum komið hvort það sendu útréttarmenn eða ekki. Og ef að þær gerðu það ekki þá þurftu kallarnir þarna út frá að draga sem sagt utan sveitarféð í sérdilk og svo var það rekið inn í Hofsrétt eftir að hún kom í gagnið. Annars vegar alveg inn í Landsendarétt. Já, því það voru skilaréttir. Það voru skilaréttir. Hvorki Ósrétt né Tjarnarétt eða Klittarétt voru skilaréttir, það voru aukaréttir. Og þetta hefur nú sennilega verið svolítið haft vegna þess að þá voru til dæmis eins og Fossá óbrúuð og svoleiðis þetta var erfitt að koma að þessum skepnum. Og þess vegna var verið að setja þessar réttir svona víðar. Og þetta sem sagt alveg austur á sýslumörk sem fremstu menn fóru og utan frá voru það menn frá Víkum sem voru austastir en innar mennirnir voru frá Hólma og Krókseli sem voru fremstir. Þannig að þarna voru ekki útréttarmenn? Nei, mjög lítið. Það kom fyrir sérstaklega að úr Skefilsstaðahreppi þeir sendu útréttarmenn. Annars vegar kom Vilhjálmur Árnason víst nokkrum sinnum sem var náttúrulega frá Víkum en þá fluttur í Hvalnes og svo kom Sveinn á Þangskála seinna. Og það var oft til þess tekið þegar að Svenni kom í útréttir, hann var í smóking. Hann var í smóking? Já. Já, sæll. Þetta voru bara hátíðisdagar þessa fólks. Já. Bara svona svo kosningadagar? Já, það var ekki dósvipað. Já, það bara það. Það var bara þannig. En þú hefur komið þarna? Ég var svo frægur að smala tvisvar að henni. Já. Ég fer fyrst í göngur tæplega 6 ára gamall, hausti 1975 og þá tvímenntum við Vignir bróður minn á rauðgamla hennar mömmu. Það eru fyrstu göngur sem ég fer í. Og þá sem sagt var nú farið ansi tímalega, manni fannst að minnsta kosti sem barni, farið ansi tímalega á stað svona á milli 5 og 6.
og þá var riðið út í Múladal sem gengur í gegnum Dyramúla Já. og þar var göngum skipt. Já. En þetta var svona ekki mjög stórrétt, klittarétt svona, því að þetta voru nú hvorki sem svo mjög margir bæir og ekkert heldur mjög fjármargir. Það var náttúrulega Víkur, það var margt fé þar. Já. Og sjálfsagt hefur verið þó nokkuð margt fé í Höfnum líka, því það var nú höfuðbólið þegar þetta byggt. En annars var nú frekar fátt á bæjum. Já. En svo var við klittaréttina var fyrsti svona veitingaskúr sem að ég hef séð við réttir og þetta var svona pínulítill bárjárnskofi og hann stendur þarna enn, hann kannski svona, ég veit ekki 10-12 fermetrar eitthvað svoleiðis. Já. En alveg ótrúlega margt fólk held ég sem komst inn í þetta. Já, það veit vel það. Já, það stundum sagt að þröngt mega sáttir sitja og þrengra ef ósáttir eru, þá tróðast þeir. Ég veit ekki hvað til í því. En sjálf réttin, byggð úr torfi, var hún svipuð og Hofsrétt, svona með breið veggjum? Já, hún var það með þykkum veggjum. Já. Og ég hef aldrei í Hofsrétt komið, ekki inn í hana. En ég hugsa að klittaréttin hafi verið heldur lægri því að það var sett ofan á hana, skal ég segja ykkur, rekni niður svona staurar og svo refanett og það var kannski svona 70 centimetrar eitthvað svoleiðis. Já. Því að náttúrulega hún þarf lítið kindarklaufin og það hlupu stundum upp veggina sko. Já. Og þá gátu það verið farnar út. Og þá var þetta sett ofan á og það var haft þannig að það slútti aðeins yfir inn í dilkinn til þess að þær færu síður yfir það. Því að Hofsréttin var þannig með þessum breiðu veggjum að það var alltaf fullt af fólki upp á veggjum. Já, og það held ég að hafi verið þarna líka þegar að fólki var fleira heldur en svo orðið þegar að ég kem að henni Það var bara að fara að fækka svo mikið. Já. Fækka og búin stækka. Já. Fannst við fleiri kindur. Já. Þannig að það hefur örugglega verið þannig að þegar að fyrst eftir að þessi rétt byggð og fólkið fleira þá hefur verið mikið upp á réttarveggjunum af fólki. Já. En nafnið Klittarétt. Klittar. Já, það dregið af þessum urðarhrygg sem fyrir ofan hana. Já. Og í gegnum hann rennur lækur sem heitir Klittalækur og rennur úr Nesvötnum og ofan í Laxárvatn. Og dregur nafnið af þessum urðarhrygg sem heita Klittar. Já, heita Klittar. Og í Klittabrekkan sem kölluð sem beint fyrir ofan réttina, hún mjög brött og mikið og gott bláberjaland. Já. Þannig að... Heyrðu. En þetta svona að sem sagt Klittarétt, hún byggð til að leysa ósrétt af. Já. Og svo þegar að Fossárrétt byggð, þá leysir hún af bæði Hofsrétt og Klittarétt.